Samkeppniseftirlitið segist það skýrt að undanþágur í búvörulögum hafi aldrei öðlast lagagildi og krefst þess að kjötafurðastöðvar stöðvi alla vinnu við sameiningu. 1000 dagar eru í dag liðnir frá allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu og merki eru að átökin gætu magnast á næstunni. Úkraínumenn notuðu í fyrsta sinn í dag langdrægar bandarískar eldflaugar á skotmörk í Rússlandi. Verkfall kennara bitnar á 3% af öllum leikskólabörnum á landinu. Einstæð móðir 2 leikskólabarna segir hvern dag púsluspil. Foreldrar leikskólabarna í Reykjavík fjölmenntu á borgarstjórnarfundi í dag. Engin farvegur virðist vera fyrir ný gögn í gömlum sakamálum. Þetta segir höfundur nýrrar bókar hvarf Geirfinns Einarssonar. Hann segir tímabært að þjóðin öðlist frið vegna málsins. Yfir 20 sentimetrar af snjó hafa fallið á Akureyri síðan á föstudag eftir marga hlýja daga í röð. Starfsmenn bæjarins keppast við að koma bænum í jólafötin. Komið þið sæl. Samkeppniseftirlitið hefur lagt af kjötafurðastöðvum að stöðva þegar í stað fyrirhugaðar sameiningar sem byggjast á undanþágu í búvörulögum sem samþykktar voru í vor. Héraðsdómur segir að lögin hafi ekki verið sett með lögformlegum hætti. Samkeppniseftirlitið hefur ekki ákveðið hvort dómnum verði áfrýjað. Sameining kjötafurðastöðva þegar hafin. Kaupfélagsskafninga keypti til dæmis Kjarnafæði Norðlenska í sumar. Og það fyrsta sem við þurfum auðvitað að gera að sjá til þess að sú starfsemi sem á sér stað í dag á þessu sviði sé í samræmi við lög. Samkeppniseftirlitið vakti athygli kjötafurðastöðvanna á þessu með bréfi í dag. Það í hæsta máta óvarlegt að halda áfram með samruna eða aðrar aðgerðir, samstarf og svo framvegis í ljósi dómsins. Páll Gunnar segir það skýrt að undanþágur í búvörulögum öðluðust aldrei lagagildi, en voru fyrirtækin ekki að vinna í réttarástandi sem þau máttu telja lögmætt og þar af leiðandi átt skaðabótakröfu á ríkið. Það bara alls ekki okkar að svara því. Páll Gunnar segir að ekki sé búið að taka ákvörðun það hvort málinu verði áfrýjað. Já, það það sem við erum að meta og hvort að það sé rétt að gera það, við höfum heimild til þess og það það sem við þurfum að taka ákvörðun. Samtök fyrirtækja í landbúnaði þau sendu frá sér yfirlýsingu nú síðdegis þar sem lýst yfir vonbrigðum með niðurstöðu héraðsdóms frá í gær. Fara samtökin þess á leit við stjórn Samkeppniseftirlitsins að málinu verði áfrýjað beint til Hæstaréttar eins fljótt og kostur er. Meira þessu tengt því 3 minnisblöð voru lögð fram á skrifstofu Alþingis vegna breytinga á búvörulögum. Í því fyrsta var ekki talið að breytingarnar stönguðust á við stjórnarskrá, en í því næsta kemur fram að best færi á því að leggja fram sérstakt frumvarp. Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í gær skýr. Breytingar á búvörulögum standast ekki stjórnarskrá. Í minnisblaði Alþingis frá 21. mars segir að samþykkt á breytingartillögum virðist ekki ganga gegn áskilnaði 44. greinar stjórnarskrárinnar 3 umræður lagafrumvarps. 11. apríl, eftir að búið var að samþykkja frumvarpið, fjallað aðdraganda málsins í öðru minnisblaði þingsins. Þar segir að formanni atvinnuveganefndar hafi verið tjáð að best færi á því að lagt yrði fram sérstakt frumvarp sama efni. 3. og síðasta minnisblaðið og það umfangsmesta frá því í gær. Sama degi og dómur féll og það stílað á forseta Alþingis frá skrifstofu Alþingis. Það segir að nauðsynlegt sé að löggjafinn hafi svigrúm til að gera þær breytingar á frumvörpum sem hann telur nauðsynlegar og sem stjórnarskráin tryggir honum. Úkraínumenn skutu langdrægum bandarískum eldflaugum að skotmörkum í Rússlandi í dag, 1000 dögum eftir að allsherjarinnrás Rússa hófst í febrúar fyrir 2 árum. Þetta eru fyrstu flaugarnar sem Úkraínumenn skjóta eftir að stjórnvöld í Bandaríkjunum afléttu takmörkunum á notkun þeirra. Flaugunum var beint að skotmörkum í Bryansk héraði austur af landamærunum að Úkraínu. Úkraínumenn segja að vopnabúr þar hafi verið eyðilagt. Rússar segja að 5 af 6 flaugum hafi verið skotnað niður. Svipað leyti komu varnarmálaráðherrar ESB-ríkjanna saman hér í Brussel og með þeim nýr framkvæmdastjóri NATO á sínum fyrsta ráðherrafundi hér. So today we'll discuss how we can help Ukraine to prevail. That means more aid,
more money we have to make available to them, particularly now that the North Koreans have come on board. So we have to make sure that Putin will not get his way, that Ukraine will prevail in this fight, and today that will be on agenda. Evrópuþjóðir hafa áhyggjur af mögulegri stefnubreytingu Bandaríkjamanna þegar Trump tekur við völdum í janúar. Hann hefur gefið til kynna að dregið verði úr stuðningi við Úkraínumenn og semja eigi við Rússa. Utanríkisráðherrar 5 stærstu Evrópusambandsríkjanna frá Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Póllandi og Spáni, auk Bretlands, hétu í dag áframhaldandi stuðningi við Úkraínumenn og til að marka 1000. dag innrásar Rússa var Úkraínuforseta boðið að ávarpa Evrópuþingið hér í Brussel í dag. Putin has brought 11,000 North Korean troops to Ukraine's borders. This contingent may grow to 100,000. While some European leaders think about, some elections or something like this at Ukraine's expense, Putin is focused on winning this war. Ekki hefur verið mikil hreyfing á víglínunni í Úkraínu að undanförnu. Rússar hafa þó sótt hægt fram og náð meira landi á sitt vald. Úkraínumenn hafa síðustu misseri hert árásir á landamærahéruð í Rússlandi. Sókn þeirra hefur verið mest í Kursk héraði þar sem þeir hafa yfir 1200 ferkílómetra á sínu valdi. Úkraínumenn hafa ekki aðeins óskað eftir hernaðarstuðningi bandalagsríkja, heldur líka aðstoð við að endurheimta börn. Talið að Rússar hafi numið tæplega 20.000 börn á brott þaðan síðan 2022. Stjórnvöld í Úkraínu segja slíkt jafngilda þjóðarmorði. Verið sé að stela börnum og gera þau rússnesk. Alþjóðasakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökutilskipun á hendur Pútín vegna málsins. Þetta eru tæplega 20.000 börn sem staðfest er að hafi verið numin á brott. Þó er talið að þau séu fleiri. Yeah, because a lot of children might not have a family member looking for them. They might be sick here, or their family members, their loved ones were killed during the war. So unfortunately, the expected number is much higher. Tetiana frá Úkraínu og sérfræðingur hjá rannsóknarsetri í utanríkis, öryggis og varnarmálum í Tallinn í Eistlandi. Þar fylgst grannt með þróun mála stolnu barnanna. Sum þeirra hafa Rússar tekið á heimilum fyrir munaðarlaus börn og úr heimavistarskólum. Önnur hafa orðið viðskila við foreldra sína vegna ófriðarins. Hluti barnanna hefur verið ættleiddur af rússneskum fjölskyldum, önnur eru vistuð á stofnunum, ýmist í Rússlandi, Belarús eða á hernumdum svæðum í Úkraínu. And in many of those camps, as for example in Chechnya, children are subjected to indoctrination. Those camps may resemble boot camps, military boot camps. Drengir séu skráðir á lista framtíðar hermanna. Parents do not have the right to refuse that kind of trips and so-called recreational summer camps because they are being threatened with stripping them of the parental rights. Tekist hefur að endurheimta 840 börn af þeim 20.000 sem talið að sé haldið í Rússlandi. Einn þeirra var 16 ára þegar Rússland hertók þorpið hans. Hann var einn heima því mammas var á sjúkrahúsi. Rússar sögðu honum að hann yrði sendur í sumarbúðir. Með aðstoð úkrainskra samtaka tókst honum að snúa tilbaka. Херсон, Одеса – це російські міста, те, що України більше не буде, те, що ви вже нікому не потрібні, ви більше туди не повернетесь. Кожен ранок потрібно було б вставати під російський гімн. Spівати його. Якщо ти не співав, то тебе просто карали. Tetiana óttast að yngstu börnin finnist aldrei. Of course, when we're talking about toddlers, even babies under 1 year of age who were in child care facilities, unfortunately, we may not be ever able to find them. Börn þurfi þroska og tæknikunnáttu til að láta vita af sér og slíkt sé aðeins á færi þeirra eldri. Og aftur hingað heim, rúmlega 600 börn í 4 leikskólum hafa ekki sótt skóla í rúmar 3 vikur vegna... Þetta svo fá börn sem í verkfalli, þannig að
bara margir sem að finna bara ekkert fyrir þessu og langflestir eða 97% leikskólabarna og fjölskyldur þeirra finna ekkert fyrir þessu. Á meðan 3% leikskólabarna og fjölskyldur þeirra finna gríðarlega fyrir þessu. Hvað segir þú? Þetta gerðist. Allt í góðu, við getum lagað þetta. Allt næ. Já, við skrúfum þetta bara á. Heldur að svona aðgerð hafi áhrif? Nei. Ég held að það sé bara alveg búið að sýna sig og sanna að þetta hefur ekki áhrif. Ekki svona. Þetta svona fáir einstaklingar sem að þetta bitnar á, sko. Jóna Kristín segir að foreldrar barnanna á Holti hjálpi stað en það dugi ekki alltaf til og hún viti foreldra sem hafi þurft að minnka við sig vinnu. Við erum í grúpum og það hafa verið önnur leikskólabörn hér og fyrir hádegi eða eftir hádegi. Verkfallskennara. Foreldrar leita allra leiða til að láta daglegt líf ganga upp. Systurnar Írena Fold 5 ára og Monika Röfn 3 ára hafa ekki farið í leikskólan sinn Holt í Reykjanesbæ í rúmar 3 vikur. En kennarar þar eru meðal rúmlega 400 kennara í leik, grunn, tónlistar og framhaldsskólum sem hafa lagt niður störf. Það hefur bara verið mikið púsluspil. Við erum svo heppnar að vera með sterkt bakland í næra umhverfi. Þannig að bara systkini, mamma mín og foreldrar og föðuramma hafa verið að passa þær. Samkvæmt tölum Hagstofu eru samtals 20.000 börn á 400 leikskólum á landinu öllu. En verkföllin hafa einungis áhrif á leikskólavist 600 barna á 4 leikskólum í 4 sveitafélögum. Þetta er svolítið sérstakt, bara skipulagið. Og við upplifum bara frekar mikla mismunun. Þú veist, að þetta er svo allan daginn og fólk þarf að mæta í vinnu og baklandi einhvers í vinnu líka, en já, þetta er bara mikið púsl. Kannski fara í börnin fyrir hádegi til og afa, eftir hádegi til systkina eða einhvers. Verkfalli hófst 29. október. Leikskólakennarar eru eini kennarahópurinn sem í ótímabundnu verkfalli. Engin lausn virðist í sjónmáli og óvíst hversu lengi verkfalli muni standa. Ég ætla ekki þetta er bara einhver aðstæð sem ég hef ekki stjórn á, bara reyna að gera það besta úr því. Og hópur foreldra leikskólabarna mætti með börn sín í Ráðhúsi Reykjavíkur við upphaf borgarstjórnarfundar og krafðist þess að samið yrði í kjaradeilunni. Foreldrarnir sýndu samstöðu vegna verkfallsins í leikskólum og sendu skilaboð til borgarfulltrúa og borgarstjóra að sveitarfélögin yrðu að semja án tafar í kjaradeilunni. Það er hægt að enda þetta verkfall hér og nú. Semjið við kennara strax! Höfundar nýrrar bókar hvarf Geirfinns Einarssonar fyrir 50 árum segja engan hafa viljað taka við nýjum gögnum sem þeir hafa aflað í málinu. Hvorki dómsmálaráðuneyti, saksóknari né lögregla hafi viljað þau. Í dag eru 50 ár liðin frá hvarfi Geirfinns Einarssonar en síðast spurðist til hans í heimabæ hans Keflavík 19. nóvember 1974. Í kjölfarið hófst umfangsmest á talaðasta lögreglurannsókn Íslandssögunar. 6 voru dæmt fyrir aðild sín að málinu sem síðar var endurupptekið. Þeir sem voru dæmdu fyrir morð voru sýknaðir. Málið er enn óupplýst en höfundar nýrra bókar hvarf Geirfinns segjast vera með nýjar upplýsingar. Þetta er bókin Leitin að Geirfinni og það sem við getum ekki sett í þá bók því að það eru ítar upplýsingar sem að snúa sem er háða persónuvernd og ýmsu öðru sem við getum ekki sett þarna. En ég vil afhenda þetta til yfirvalda til þess að málið klárist sem rannsókn á eftir eðlilegum farvegi. Og hafa yfirvöld tekið við þessum gögnum? Hingað til ekki, nei. Vegna fjölskyldutengsla þá getur ríkissaksóknar ekki gert það. Lögreglan veit ekki hvaða farveg á að setja máli sem er ekki eins og opið eða vera að rannsaka sem morðmál. Dómsmálaráðherra getur ekki tekið út af sömu orsökum, það er bara engin farvegur fyrir í kerfinu. Við erum með svo óvinnulegt mál. Þannig að þú ert með ný gögn í 50 ára gamlu mál í höndum sem enginn vill taka við. Það er fáránlega staðan í dag. En hvað vonastu til að geta komið út úr þessu gögnum að ykkur fæst til þess að taka við þeim? Málið upplýsist og það verið friður með þjóðinni með það sem hefur ekki verið í 50 ár.
Ísland á ekki erindi í Evrópusambandið og Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki semja eingöngu í sambandið, segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann situr fyrir svörum í forystusætinu í kvöld. Bjarni telur að hraða þurfi ferlinu svo byggja megi nýjar virkjanir fyrir orkuöflun. Ennfremur verði ekki hægt að semja við Sjálfstæðisflokkinn að auka opinbera þjónustu með skattahækkunum á almenning. Annað sem við myndum ekki semjum að fara inn í ríkisstjórn sem byggð á því að opinber þjónusta yrði eingöngu bætt með því að hækka skatta og stór auka útgjöldin. Ég hef ekki trú á því. Ég hef trú á því að við eigum að stækka hagkerfið, leggja áherslu á hagvöxt, það mun tryggja ríkinu nægar tekjur til þess að standa undir opinberri þjónustu. Hátíðin Iceland Noir hefst í kvöld. Þetta hugarfóstur tveggja okkar vinsælustu glæpasagnahöfunda hefur vaxið og dafnað í 11 ár og hafa aldrei komið jafn margir gestir og nú. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður er mætt á setningu hátíðarinnar, ekki satt? Jú, Jóhanna, ég er mætt og það eru líka forsprakkar hátíðarinnar. Þau Ragnar Jónasson og Yrsa Sigurðardóttir. Nú, Ragnar og Yrsa, þið eru svona þekktust fyrir að skrifa spennusögur og þetta hófst sem spennusagna hátíðan orðið að einhverju öðru. Já, okkar áhugi bara liggur víða og okkur finnst skemmtilegt að hitta alls konar fólk sem að búa til sjónvarpsþætti, kvikmyndir, leika, skrifa, semja ljóð, hvaðeina. Og við ákváðum í rauninni að víkka þetta bara út til þess að fá fleiri gesti og hafa stærri hópa að velja. Fleiri gesti, segir Ragnar. Yrsa, hverjir eru gestirnir? Sko í ár erum við með svo mikið af stórum nöfnum, sko. Það Anne Cleeves og Brenda Blethyn sem leikur Veru og það svolítið skemmtilegt með það að Anne Cleeves, þegar við héldum fyrstu hátíðina, að þá var hún til í að koma bara á eigin reikning og hátíðin var þá bara eftir hádegi í Norræna húsinu, sko, einn dag. Þannig að Harlan Coben, Charles Spencer, bróður Díönu, Sarah Bledel, það þarf eiginlega bara að fara inn á netið, Robert Zemeckis, það þarf eiginlega bara að fara inn á netið. En já, svona hátíð, þar sem mikið af þekktu fólki samankomið, var þetta ekki upplagt sögursvið fyrir spennusögu? Jú, þetta verður sagan sem við Yrsa skrifum saman. Þetta verður sagan sem Yrsa og Ragnar ætla að skrifa saman, en við kveðjum hérna úr spennunni á Iceland Noir. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, og við snúum okkur þá að öðrum. Norrlendingar hafa varla haft undan í snjómokstri undanfarna daga. Snjó hefur kyngt niður á Akureyri og víðar og enn gæti bætt í. Jólaskreytingameistarar á vegum bæjarins keppast nú við að koma bænum í jólafötin. Það hefur ekki alltaf verið einfalt mál þennan mánuðinn að klæða sig rétt, að minnstakosti ekki norðanmegin á landinu. Fyrr í nóvember fór hitinn vel yfir 15 gráður og úlpan fekk góða hvíld, en svo snerist þetta heldur betur við á föstudag. Þá snar kólnaði og tók að kyngja niður snjó, svo nú yfir 20 cm jafnfallinn snjór á Akureyri. Snjómoksturstækin hafa vart haft undan og óhætt að tala alvöru vetraríki. Starfsmenn bæjarins hefðu frekar viljað skreyta í þurru, en segja það þó dálítið hátíðlegt í nýfallinni fönninni. Verði ljós á hverju slökkvari. Ég get sagt þér það. Magnús hefur séð að skreyta bæinn síðastliðin 10 ár og segir það oftast stór skemmtilegt, en leiðist þó mjög þegar seríurnar eru skemmdar. Það er svona alveg gremjulegt. Bara fólk sjá að sér að hætta þessu, allt þetta í friði. Og bærinn var óneitanlega orðinn jólalegur í dag, þó að Magnús og félagar eigi enn mikið verk fyrir höndum. Það eru 5 tré eftir, búin að setja í 3. Það eru 172 staura í bænum. Það er svona slatti. Það finnst sér eitthvað til undurs. Það er engin skotur á því. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósinu í kvöld, Baldur? Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkur svona ýmis málefni í aðdraganda alþingiskosninga og í kvöld það orkumálin. Við ætlum að bæði fara við svona nokkrar tölur, staðreyndir varðandi orkunotkun og orkuframleiðslu á Íslandi og svo ætlum við að ræða við sérfræðingum
það hvort að flokkarnir séu nógu skýrir þegar kemur að sinni stefnu í orkumálum og kannski hvað kjósendur eiga að hafa í huga ef þeir alltaf kynna sér stefnu flokkana. Svo ætlum við að fjalla nýja bók hvarf Geirfinns Einarssonar fyrir 50 árum og svo fáum við að kynnast persónulegu hliðinni á Kristrúnu Frostadóttur. Það verður spennandi, við missum ekki því. Takk fyrir þetta, Baldvin. Og við ætlum að líta til veðurs. Á morgun verða norðan 8 til 15 metrar og él norðaustan og austanlands og þar má búast við versnandi akstursskilyrðum. Yfirleitt þurrt og bjart sunnan til og hægari vindur vestan til þegar líður á daginn. Frost verður á bilinu 1 til 9 stig. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur loka leik sinn í þjóðadeildinni í kvöld. Andstæðingurinn Wales og með sigri á Ísland möguleika á að komast upp í A-deild. Sérfræðingur RÚV bjartsýnn á sigur og segir landsliðið á réttri leið. Hann vill halda Åge Hareide í hlutverki landsliðsþjálfara. Og dregið var í 16 liða úrslit Evrópubikars kvenna í handbolta þar sem Valur og Haukar voru í pottinum. Valskonur fengu nokkuð erfiðan drátt. Og þá verður upp helstu atriði fréttatímans. Samkeppniseftirlitið segir það skýrt að undanþágur í búvörulögum hafi aldrei öðlast lagagildi og krefst þess að kjötafurðastöðvar stöðvi alla vinnu við sameiningu. 1000 dagar eru í dag liðnir frá allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu og merki eru að átökin gætu magnast á næstunni. Úkraínumenn notuðu í fyrsta sinn í dag langdrægar bandarískar eldflaugar á skotmörk í Rússlandi. Verkfall kennara bitnar á 3% af öllum leikskólabörnum á landinu. Einstæð móðir 2 leikskólabarna segir hvern dag púsluspil. Foreldrar leikskólabarna í Reykjavík fjölmenntu á borgarstjórnarfundi í dag. Engin farvegur virðist vera fyrir ný gögn í gömlum sakamálum, þetta segir höfundur nýrrar bókar hvarf Geirfinns Einarssonar. Hann segir tímabært að þjóðin öðlist frið vegna málsins. Yfir 20 centimetrar af snjó hafa fallið á Akureyri síðan á föstudag eftir marga hlýja daga í röð. Starfsmenn bæjarins keppast við að koma bænum í jólafötin. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá RÚV.is. En fréttastofan ætlar að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Alþingiskosningar 2024 forystusætið. Formenn stjórnmálaflokkana sitja fyrir svörum störf sín og stefnumál. Ný þáttaröð bandaríska hönnun þar sem arkitektinn og sjónvarpsmaðurinn Georg Clark ferðast Bandaríkin og kynnir sér einkenni bandarískrar hönnunar. Föst í farinu, parið Dana